5, 4, 3, 2, 1. Góða kvöldið, Góða kæru áhorfendur. kvöldið. Já, góða kvöldið, Gillegur. Ja, góða kvöldið, Guttix, maður menn. Við erum mættir hérna í að lýsa öðrum undanúrslitaleik kvöldsins. Þar sem að Þorbjörn Grindavíkur og útlagar Skagafjarðar takast á það hverjir fara upp í úrslitaviðuregnina, hverjir mæta okkur í berserkjum þriðja sætið. Já. Þetta áttur að vera æsispennandi. Alveg, ég er rosa spenntur að sjá hvað þessi lið eiga eftir að koma með. Þetta eru mjög bæði sterk lið. Já, þau eru mjög sterk lið. Það verður svakalega spennandi leikur. Og þessi lið eru náttúrulega ekki að fara að gefa neitt eftir. Já, vonandi ekki. Og vonandi eru ekki að horfa á einhverja þróa. Nei, það þróar enginn í útlegum nýja Þorbjörni, sko. Við skulum vona það. En mér skilst í raun og veru að svona bæði liðin séu nokkurn veginn ready. Og erum bráðum að fara að henda Byrjum á okkur Ilios. Í Ilios, akkurat. Trollmappið Ilios sem er í Grikklandi. Aldrei farið til Grikklands. Ekki heldur. Ég hef verið í næsta nágrunni. Var þetta í Tyrkland ára 2011? Já, ekki ég. Ég man eftir því þegar þú fórst þangað. Já, þú manst eftir því. Það er gott að þú munir eftir því. Já, ég man eftir ótrúlegustu hlutum. Já. Því miður. En Ilios er einmitt þar sem að margir bíða eftir því að sjá fólk detta ofan í stóra hólu. Já, þetta er svo mikið boopmap. Já, þetta er svo mikið boopmap. Ef við erum nógu heppin að fá Well sem fyrsta ránd, sem við erum. Já, þetta er mjög mikið búið að vera, þetta var þannig seinasta föstu dag þá var báðir leikirnir, byrja náttúrulega á Ilios líka og það byrjaði allir á Well. Og við byrjum einmitt á Well á þann. Almenni bikarinn er bara búin að rigga Overwatch til þess að gefa okkur alltaf Well. Já, þeir vilja búpinn. Þeir vilja búpinn. Já, og Mad Hooks líka, sko. Útlagar eru hérna rauðir, eru hérna vinstra megin. Já, ég er að skoða þau hérna. Þú ferði yfir það. Gullfalleg hlið. Sem sagt, hvernig segir maður þetta? Wordinit. Já, Wordinit, hann er að spila Reinhardt. Spyroin er á Divu, Shark er á McCree. Gemlingur er á Reaper, Venusat á Unu og Wifi á Lucio. Já, en hérna hjá Þorbjörni er Elvar á Barb, Smile er á Reinhardt, Shameless er á Mei, Steppi tekur Lucio, Fatherthug er á Sarjunni og Realm er á
Symmetru? Nei, hann er búinn að skipta yfir á McCree. Þetta var bara teleport play hérna. Það er rosa mikið þannig. Það er enginn á Rótop, því miður. Finnst það sárt. Útlagar ætla að byrja á high ground. Já, en hérna hann Stebbi fer upp til þeirra, en Það að reyna að búpa þeim niður af high groundinu, en það fær gengur ekki alveg. flashbang í þakkargjöf frá honum Ren. Nei, frá honum Shark. En núna ætla að byrja að berjast við pointið. Nei, er það hún Shark? Nei, það ekki. Jú, hún Shark. Gott kynjahlutfallið í almenna byggarnum, sko. Já, en bæði linur, þú veist, þau eru að falla niður eitt okkur öðru. Já. En sýnist í raun og veru að útlagar eru ná að halda sínu, en Já, Þorbjörn var náttúrulega þarna með samt. tank og healer á Já. point, sem að er yfirsterkara DPS healer. Já, það Taka hefur pointið. yfirleitt verið þannig. Eina sem í raun og veru útlagar þurftu að gera var það í raun og veru að komast bak við skjöldin, þannig að og taka út supporti til að ná pointinu. En það er gekk ekki pínulítið erfitt að vera hérna Ana og Reaper á móti Reinhardt og Bapp, af því að Bapp getur náttúrulega sett út svo Kemur út svakalega mikið window. fire. Já, enda búinn að chargea mikið út chargea, en Smile fellur, Spyro tekur hann 2. Útlagar þau tekur út 3 Já, og eru að það er líka. taka Þorbjörn niður einn af öðrum. Þau bara vilja bara fá pointið. Þau segja ekki nei. Nei, þau bara Segja bara já, okkar point. vilja ekki að Þorbjörn eigi þetta point. Þau vilja komast í leikinn á móti Hend á morgun. Og þeim tekst að taka pointið. Já, Spyro er komin á high groundi og ætlar að reyna að ruggla eitthvað í þeim hana ofanfrá. Já, Spyro er líka búinn að chargea bombu. Gæti nú alveg farið að henda í hana við tækifæri. Mikið af þröngum, nei. Þau kemur út graf Þröngum og húsum við Nano það. á Þarna kemur bomban, en nær Shameless og Gemlingur er hérna með Blossomið til þess að klára. Smile tekur samt Gemling. Já, hann fellur, en það er bara ekki nóg fyrir Þorbjörn. Nei. Þorbjörn voru þarna búin að tapa þessu tímfætti og útlagar standa sterk á pointinu. Og eru búin að jafna í það prósentu. Þannig kemur Gemlingur aftur og þau eru komin, já, 5% yfir 6 yfir. Núna Smile kemur þarna labbandi. Kemur hænum frá Shark, nær Stebba. Stebbi hendir Gemling út af. Búbbinn sem við vorum að tala um aðan, sko. Já. Við erum að bíða eftir fleiri búbbum. En útlagar ætluðu bara að pusha þarna inn. Kemur Shatter. Eftir að vörðinni bara fellur. að taka útlaga niður, eitt öðru. Já, útlagar eru þarna að falla, misti þetta positioning og Þorbjörn nýtti sér það mjög fljótt, en Gemlingur eftir, en fellur samt. En útlagar eru hérna með trikklu til þess að hægja aðeins á Þorbjörni og eru komin upp í 86%, þannig að ef að útlagar ná einu góðu teamfighti og taka pointið, þá eru þau mjög líklega búin að tryggja sér þetta ráð á Ilios. Vörðurinn fellur samt, þetta er ekki gott fyrir útlaga. Whitey er fallin líka. Núna lítur þetta freka vel út fyrir Þorbjörn. Smile og Shameless hamra niður alla. Og þetta fer að nálgast það að bæði lið séu komin í mjög góða stöðu. En Spyro'n er þarna mjög illa settur í bakklæninu með hendur út bombuna til þess að fá mekka sinni aftur. Hann er ennþá að elda Stebba, en kemur Shatter nær Relma ætlar ekkert að gefa hann þetta. Og Divabomb. Divabomb er nær engu, en þetta er nær Wi-Fi. Kemur síðan Blizzard út og það var bara ekki nóg fyrir útlaga að komast út af Þorbjörn var að henda út svo mikið á ultum. Já, Defense Matrix var þarna uppi á mjög erfitt fyrir útlaga að taka plássið á pointinu. Og Þorbjörn náði þarna rosalega listilega að
snúa þessu við. En við erum komin hérna yfir á Ruins. Já, þetta mjög gott sniper map og munum sjá hvort liðið ætlar að pikka sniper. En bæði lið halda sig nokkurn veginn við það sem þau voru að spila, nema Þorbjörn breyta aðeins til. Og Relm komin yfir á Symmetry. Ábyggla fyrir TP-in. Já, mjög líklega. Við sjáum hann skipta þeirra á líf. Þannig að bæði lið breyta engu, eða hvort lið breytir neinu hérna á Ruins. Og það spurning hvort að... Wordinate lokar inni. Já, og fellur fyrir ómakið. Þorbjörn þarf að fara að gera eitthvað. Nei, útlagar þurfa að fara að gera eitthvað til að jafna þetta út. Útlagar ætla nú bara að bakka og fá Wordinate tilbaka. Standa betur af vígi þannig. Þorbjörn ætla að byrja að taka point. Já. Þorbjörn taka pointið þarna og byrja að telja próstu á meðan Wordinate kemur aftur tilbaka. Útlagar eru hérna heilbrigð og geta farið að henda í push. Spyroon komin upp á hægrunni. Ætlar að gera eitthvað, hoppa frá. Þetta Father Thug ætlaði að koma og vera svona sjá 2 veggi, hvoru liðið ná að loka neitt inni. Já. Spyroon mikið að nota defense matrix sitt til að... Ég finn svo stund að gremlingur dagsmetri út af, en nær að quick að... Já, hann nær að sjatasteppa aftur upp á pointið. Kemur Nano á vörðni. Wordinate, hann ekki að sóa neinum tíma, hann bara fer inn og næfist 3 killum. Sjá hvort hann taki æran Elvari líka. Já, Spyroon tekur Elvar. Þetta var dokkaleg tilraun að stóla, en var ekki nóg. Spyroon leyfði tankfélaga sínum ekki að taka hérna killið á appinn. Það verður líka áhugavert að sjá með Spyroon og Father Thug báða hérna á dífinni hvort að við sjáum einhver skemmtilega remake kill hérna. Kemur út Blizzard, en Shark fellur samt. Já, Wordinate fallin. Nú falla útlagar í hrönnum og eru ekki með nógu mikla prósentu. Nei, það var Shameless sem hendur þessu út. Já, Shameless að henda þessu út og útlagar falla hann í hrönnum og Þorbjörn taka pointið á mjög samfærandi hátt aftur. Já, þeir vilja vinna þetta. Þeir vilja bara taka Íli og sína fyrsta mapp. Sína það svakalega fljótt að þeir ætla ekki að tapa þessum leik. Sjáum hérna kemur út bomb, en það Spyroon ekki frá. Kemur út annað bomb. Spyroon frá Relm nær Wordinate og Þorbjörn eru að vinna þetta teamfight. Spyroon hérna eftir og að bakka. Hann bara defense matrix svo hann komist heill á húfi tilbaka. Wordinate komin aftur. Ætlar eiginlega bara beint í fættið. Það að bíða. Nei, hann bakkar. Ég að bíða eftir einhverju juicy divibomb. Þannig að það var að kasta út svo mikið, en það bara kemur ekkert eitthvað svona multi-kill. Þorbjörn eru hérna búin að grúpa sig upp og eru hérna eitt stórt 6-manna unit, en það kemur stórt landinætið þarna. Nær McCree og Ryan, en það nær ekki neinu. Bakka bara vel. Blizzard kemur út frá Shark. Við sjáum hérna að Relm komin í backline og að bugga hérna Venusat á önunni. Flott Deathblossom nær Smile. En Steppi og Father Thug að taka 2. Relm fellur. Father Thug einn eftir, en... Þetta mikið brólinn á pointinu. Lucio og Mercy. Nei, heyrðu þið hérna að koma veggir ofan á veggi. Já, og útlagar ná pointinu með 99% fyrir Þorbjörni. Nú að sjá hvort útlagar takist. Já, nú að sjá hvort útlagar takist að halda. Bíða þau spennt á pointinu eftir Þorbjörni. Já. Kemur út veggur, blokka Smile af. Já, og það kemur Blizzard frá Shameless. Sjatt út. Og Þorbjörn bara að taka niður útlagar að taka enn eitt teamfightið. Steppi nær að henda Spyroon út af mappinu eftir að hann dímekkaði.
Og Wifi að reyna útlagar eiga sér en gengur ekki. Útlagar eiga sér enga björg hér á pointinu og Nei. lappið bara komið Þorbirni í vil. Og þetta, já. Og Þorbjörn tekur þetta, þið byrja sterk. Byrja mikill hörku og greinilega ætla ekkert að missa dampinn í þessum leik. Fáum að sjá hérna play of the game frá Wordinit. Svakalega flott pinn þarna og svo Það var svakalega. hann fær náttúrulega bara þarna nano og ekki að sóa neinum tíma að fara beint inn í útlaga. Nano Ryan scary dæmi. Þorbjörn, minni. Já, þú náttúrulega þekkir það mjög vel sjálfur. Já. Enda ertu yfirleitt handfangsmegin á hamrinum þegar þú færð að taka nano Ryan hérna. Það kemur samt stundir fyrir að koma slime nanos, en það er engin slime nanos. Það eru bara til misgóð nanos. Hvað? Er það ekki? Ef við ekki að líta svoleiðis á það? Já, það er ekki til nein slime nanos. Það eru bara til misgóð nanobúst. En þarna, ég er samt búinn að vera að sjá svolítið með liðin vera að nota sérstaklega á Ilios að henda út TP frá Spawn, en yfirleitt koma liðin, hvort þú notar TP ekki, að þau koma yfirleitt að pointa á sama tíma. Já, það er náttúrulega líka, sko, við erum að sjá að voru útlegar sem var að taka Spawn TP-ið. Nei, það var Þorbjörn. Jú, Relm var að skipta hérna yfir á Symmetry. Nei, eru útlagar, nei! Nei, þeir eru að breyta til hérna. Þú ert í ykkur rugli. Já, heyrðu, ég er í rugli, ég er að horfa á þetta. Já. Útlagar eru vinstri. Já, það er rétt að Þorbjörn svo var að taka þetta. En útlagar voru að vinna meira með Lucio og Speedboostið, sko. Já. Og það er náttúrulega líka, sko, þó að þetta Symmetry TP sé taktík til þess að komast hraðar á pointið, þá er náttúrulega líka mjög sterkt að nota Speedboostið hjá Lucio. En, heyrðu, það er bara Skrimsró hérna. Skrimsró og læti. Og við sjáum hérna útlaga að defenda fyrst. Nei, jú, það ætla að defenda fyrst og Þorbjörn ætla að taka. Já, eða í rauninni Þorbjörn fékk að velja það að taka fyrst, í rauninni. Af því að þeir unnu síðasta mapp og útlagar í rauninni völdu Kings Row. Mér persónulega séð finnst mikið skemmtilega að taka defense fyrst. Þá færð þú að ráða í raun og veru ef þið gengur vel að hvað hitt liðin er langt. Já, og ef þú nærður að stoppa þau bara almennilega þá ertu bara orðin golden bara með sigur. Já, þetta er svona taktík sem mörg lið taka og við erum náttúrulega þetta gamla tuggan hjá okkur. Það er alltaf gott að defenda fyrst af því að þú gefur sjálfu þér tækifærið á full holdi ef þú nærð að stoppa óvinnin alveg. En útlagar eru sem sagt að taka Ryan, Sarju með Kree, Reaper, Unu og Lucio. Já, á meðan Þorbjörn ætlar að ráðast á þá með Baptiste frá Elvari, Smile er á Reinhardt, Shameless er á Mei og Stebbi á Lucio, Fatherthug er á Sarju og Relm er á McCree. Eru litlar breytingar í gangi hérna. Ja, meiri breytingar hjá útlögum. Já. Shameless notar þarna vegginn strax til þess að loka þessa tjókið. Hann hefur væntanlega verið að reyna að ná einhverjum sem að gæti að verið að overextenda. Sáum hann á Wordinit vera dálítið framalega. En útlagar er að spila rosalega vel hérna í kringum hótelið, nota náttúrulegt cover. Þeir eru svolítið eitthvað óákveðin að reyna að komast þarna. En þau gefa útlöndandi pláss, en það... Útlagar er að taka niður Þorbjörn. Nei. Jú. Jú. Útlagar er að... Ég er alveg í rauninni, sorry maður, ég er enda í spennufalli til síðasta leik, sko. Já. Útlagar tóku þarna Þorbjörn.
Það er rétt þér. Já. Ná Ég ætla að bara aðeins halda defensinu. Þú voru að koma þér í gang. Aðeins að miðja mig hérna. Já. Þetta, og nú eru útlaðar komnir aftur á pointið. Já, það... Til þess að defenda. Kemur Og chatter frá... svakalegt chatter frá Wardenið. En fellur samt. En það skiptir eiginlega engu máli af því að liðsfélagar hans eru að klára þetta fight. En stefnir Aumingja relm þarna sofandi í baklinni. Hann var greinlega orðið þreyttur kallinn. Hann var eitthvað þreyttur kallinn og hérna Venus vildi bara leyfa honum að taka smá blödd. Eina kríu eða tvær. Herru, Þorbjörn er hérna með að gera eitthvað að þau vilja ná pointinu. Já, það kemur svakalegt chatter en Nanoð er komið á vördinni til þess að halda hann á lifandi og hann er bara að swinga hérna. Nei, hann fellur. Nei. En samt, Þorbjörn eru með pointið. Já, Elvar bjargaði sér með svakalega flottu hérna Immortality Field og setti út gluggan þannig að þrátt fyrir Nanoð þá náði vördinni þetta ekki nema einum þarna. Ég var að horfa á eitthvað svakalegt dæmi þarna. Smile og Steppi er að koma fyrir aftan. Já, heyrðu, grafið kemur hérna frá útlöfum. Bara að taka... Já, grafið kemur bara. En það þau samt fellur. Gemlingu var eitthvað eittnanna að reyna að gera eitthvað, en það gekk ekki alveg nú vel upp. Og við sjáum Spyro hún reyna að sleppa, en það náðist ekki. Og Þorbjörn er að rúlla af stað. Það er bara þannig. Notuðu þarna svakalega flott graf úr baklinni og hérna í rauninni neituðu útlöfum þetta góða forward defense sem þau voru að setja upp þarna. Þau eru bara rosa gott að halda þarna framalega á Streets Face. Þorbjörn eru bara í rauninni að halda útlöfum eins langt í burtu frá peilutinu og þau geta. Já, en nú koma útlaðar. Eru komið smá space til að komast aðeins nær, sjá hvað þau gera, en þau kemur út Hænún frá Venus og Blizzard, nær Wifi, Venus satt síðan fellur, kemur út Graf. Grafi kemur frá útlöfum, en það gaf nú ekki mikið því miður og Þorbjörn heldur áfram að mestu leitinu vandkvæðalaust þarna. Já, þetta var alveg rosa auðvelt fyrir Þorbjörn. Þau bara peilóti stoppaði eiginlega ekki neitt. Sem gefur þeim bara góðan tíma. Þeir eru með svarandi rif í hverju hjá Þorbjörni, sko. Sjáum þá pússa hérna. Hann Smile missir þetta mikið líf, en svakalega tjatterið á honum. Nær öllum nema Wordinit, en Word, hann blokkar ekki Shatterið að Svartinit, það leit þannig út. Svolítið lélugu veggur blokkar út windowið. En það er enginn að deyja hérna nema Spyrún missir mekka sinn. Núna langar mig að sjá... Mér langar að sjá Spyrún fara þarna harkalega þarna inn og remekka ofan á einhvern, sko. En það er alltaf skemmtilegt. Ég fæ víst ekki að sjá það. Útlagar ná tímkilli, ná að halda þessu rosa vel, en Þorbjörn á samt alveg cirka 3 mínútur eftir. Það er hellingstími. Fyrsta payloadi er eiginlega bara komið á point. Já, og hérna þeir eru með Hænún í vasanum sem þeir nota. En Spyrún fór þarna inn og bjargaði liðinu sínu, en gaf líf sitt fyrir það. Það kemur hérna... Hænún frá karlinum. Já, hann næst Smile. Sem að þýðir að bæði lið eru meintanklaus eftir að Wordinit fjall þetta. Allir jafn og þétt niður. Núna eru bæði lið bara í svona dálítið biðtíma. Því eftir að meintankandi komið aftur. Wordinit er komin fyrr. Og Smile fellur kemur veggur, gerir mjög lítið. Nano á gemling. Já, og þarna kemur glugginn í rauninni bara til þess að sóna útlaga. Að þau þori eiginlega ekki að taka þetta inn. Ó, heyrðu! Var þetta karlinn að stoppa ultiðan Shameless? Mér sýndist það nefnilega. Já,
Kemur út Shatter Svakalegt en play. blokkað. Wordinit fellur og Spyroin og Karlinn líka. Stebbi samt nær Stebbi hendir á hann út af, Spyro. sko. Það er svakalegt. Þetta er svakalegt þegar fólk nær að búpa einhverjum minn út af. Sem dífa það rosa sárt að vera með boosterana á cooldown og Lucio kemur í smettið að þeir eru nálægt brunni. Það er ekki góð tilfinning. Kemur út hænum frá Karlinn, nær ekki neinn flottur veggur. Wordinit nær hann að fæstra. Það er bara Relm er með hænúnið og pointið er tryggt þó að Spyroin hendi góða bombu þarna. Við sjáum Þorbjörn rúlla í gegn með 1,5 mínútu eftir tíma. Núna er komið að Þorbjörni að gera árás. Nei, útlögum að gera árás. Þú ert algjör rugli, kallinn minn. Nei, alls ekki. Ég er bara mjög góður, sko. Já, það er flott. Það er flottur góður. Flottur góður. Sömuleiðis. Já, takk. Nú er sem sagt komið að útlögum gera árás og Þorbjörn ætlar að gera sitt allra besta til að stoppa þau. Ég er að sjá Mercy hjá Wifi. Já. Ef hún heldur sig við hana, þá væri það mjög áhugavert. Mér sýnist Þorbjörn ætlar að halda sig við sama. Já, það er viðtekin venja hjá Þorbjörni. Karlinn ætlar að taka Hanzo. Karlinn er komin að Hanzo. Þorbjörn er greinilega Þorbjarnar menn eru greinilega sáttir við það sem þeir eru að spila. Og við sjáum Stebba hérna, hann er kominn dálítið harkalega fram að reyna að spotta út hvað útlagar ætla að spila. En Wifi og Karlinn halda sig á Hanzo og Mercy, sem að þýðir að, já, Mercy er hérna, Wifi er að fara bara damage boosta Karlinn. Það er greinilega eitthvað stratt sem þau eru að vinna með, að hérna bara vera með pocketaðan Hanzo. Þau ætla að taka high groundið. Stórhættulegt. Og ætla að fara upp á high groundið, en Stebbi býður fyrir, hann ætlar að búbba þeim niður, líklega. Já, Stebbi býður hérna, hann er að vinna sig í kringum húsið, hann er á hotninu. Þau sýnist að útlar eru Hann er að ákveða sig hvað hann ætlar að gera, sko. Kemur smá Já, hann hendir Starinu niður. Hann fellur. Spyroin samt þarf eiginlega að færa sig, sko, núna, en... Það komur á point, erum einu manni yfir. Já. Kemur úr veggur. Næri ekki að taka út það sem hann ætla að taka. Nei, ég held að þeir hafi nú aðalega bara verið að vinna sér tíma með þessum vegg. Af því að nú er Stebbi kominn aftur og þeir eru búin að taka út Karlinn. Wordinit fellur núna. Við sjáum hérna Shameless á beginni að koma hinum einn úr hótelinu í baklæni hjá þeim. Kemur út Shatter. En var þetta veggur frá Shameless að blokka Shatter? Nei, nú verður Smile er ekki sáttur núna. Ég get sagt það mikið. Hann hefði samt líklegast ekki náð neinum. Það voru allir komnir í öruggsskjól. En þetta er samt alltaf slæmt. Þetta er Shameless fellur þarna. Karlinn tekur hann. Þetta er líklega karma fyrir að blokka Shatter hérna... Kemur út window. Vinnarins. Keflingur er fallinn. Þar eru að fela sig. Ætla að vinna sig í kringum litla herbyggi sem er þarna. En Elvar fellur. Kemur út Nano á Wordinit. Shark. Nei, Relm með hérna Deadeye. Focusfire á Wordinit. Hann er svolítið vandræðum en fær bublu til að bjarga sér. Shameless er eftir á point. Allir bíðandi eftir honum. Aumingja Shameless hérna. Þetta var bara alveg eftir í klakanum. Sko, þú veist, einelti, þú veist, 102, am I right? Já, en sko, við erum að tala um að Shameless var eiginlega dálítið að biðja þetta. Hann hérna fristi sig, var að reyna að hægja á þeim og þeir gátu nú voða lítið annað gert en að losa sig við hann, sko. En Shameless og Relm eru komin upp á hægrandi hérna í byggingunni og eru að pípa hérna í gluggunum. Skjót út sikkert gluggan, Relm tekur Wifi. Kemur út blistar for Shameless. Aumingja Wordinit er fastur. En Relm samt fellur í þessum teamfight.
Já, en það skiptir bara eiginlega engu mála því að Þorbjörn Einasta mál. voru með picture perfect execution á þetta. Já. Náðu teamkillinu. Sýnist að Steppi að pikka upp Relm, þannig hann sé fljótari tilbaka. Já, taxi serviceið Lucio Speed Boost. Og payloadið bara eiginlega ekkert komið að stað. Útlagar eru greinilega að vinna með það að Ég ekki neitt. vinna... Nún. Nær ekki, flottur field. Flott field hjá Elvari. Karlinn fallinn á Wifi og Spyroin. Þetta lítur mjög illa út fyrir útlaga, í miður. En þau eru líka greinilega að reiða sig dálítið á það að vinna teamfight, fara síðan að pusha. Þau eru að vinna mikið saman sem lið, sem vera rosa gott. Þau eru ekki að vinna... En þau eru að skilja þetta til payloadið eftir. Það er þeim ekki til framdráttar. Það kemur pása. En... Það eru Þorbjarnarmenn sem að biðja pásu. Af hverju samt? Það á eftir að koma í ljós. Og við erum að fá að rétta ekki neitt, við erum bara konur yfir í skor. Já. Og það pása, það eru greinilega einhverjir teknilegir örðuleikar hjá Þorbirni. Og við bara kannski ræðum mikilvægi þess að pússa payloadinu á hybrid mappum. Það náttúrulega sko það stundum viltu vinna teamfight og svo bara íta. En á escort möppum þá þetta dálítið mikið verður að vera komin verður að koma þér áfram. Hvort þú vinnur teamfight eða ekki, hver einasti meter skiptir máli. Já. Ef þú skilur payloadið eftir, það sko jafnvel þó þú sért betra liðið og ert að vinna teamfight, ef þú skilur payloadið eftir, þá vinnur ekki mappið. Það einmitt sko, það svo mikið náttúrulega, ef þú náttúrulega payloadið náttúrulega healar líka eitthvað öllítið. Og það gæti í raun og verið sko... Það eru 5 HP á sekundu, ef maður rétt. Já, eitthvað voðalítið, en það gæti samt gert alveg gæfumuninn fyrir attacking liðið. Vera með þetta extra heal, þótt það sé ekki mikið. Nei, þetta payloadið í rauninni lélegasti healerinn í leiknum. En lélegasti healerinn í leiknum samt betra en að fá ekkert healing. Það rétt. Það getur, þú veist, þú kannski einn á payloadinu, skilur við, og síðan, ef þú ert að standa þig, kannski segjum bara 1v3-4, skilur við, þú veist, þá náttúrulega, þú veist, gætir þetta gert alveg helling fyrir því. Stundum bara þarf ekki mikið healing til að láta þig, til að bjarga þér. Það náttúrulega alveg rétt. Það fer allt eftir bara hvernig þú ert að standa þig. En nú segja Þorbjarnarmenn að þeir séu ready. Þetta var víst eitthvað vandamál hjá Relm. Já, hann bara up and disappeared. Já. Og Þorbjörn var eitthvað að tala að mögulega hefði Relm bara verið rænt. Það hefði verið slæmt. Svo var ekki. Þannig að hann kominn aftur. Við höldum áfram þetta. En útlagar ætla að vinna á payloadinu núna, kemur út Graf og sem að Shatter gerir ekki neitt, kemur Nano á Wordinit, hann byrjar að hamra Wordinit bara kominn fram og ætlar að sveifla sko. En nær ekki neinu, kemur út Shatter frá Smile. Shatter frá Smile, náttúrulega svakalegt þetta. Það er að passa því að Shatter frá Smile sko. Já. En mér líka mjög áhugavert eftir að nýji patchin kom hérna með dífu change. Það enginn að staggera babydífur lengur. Nei. Það ætlar enginn að riska það að fá stóran mekka á hann á höfuðið á sér. Þú voru greinilega að horfa á leikinn að hann og voru bara svona, já, nei. Já. Það verður ekki svona, sko. Ég ætla ekki að vera að blása of mikið í mitt eigið horn, en ég búinn að vera að æfa mig í að ná remake killum.
og það borgaði sig. Já, hann kom út samt hann að Blizzard, gerði þér samt voða lítið, náði að halda þeim aðeins frá. Já, Spyroen að vinna sig upp í nýjan mekka. Ætlar að koma hana? Það spurning hvað hann ætlar að gera. Hvað sem hann ætlaði sér, þá tekst hann það ekki, því miður. Að Vassant Field hefði gert voða lítið. Ef hann ætlaði að fá einhver rematches. En White fellur samt seinast, svo þau þurfa svolítið að bíða. Núna þurfa það að bíða, en Lucio, hún komin yfir á Lucio og það kannski dálítið síðan. Þau farin aftur upp á hægrandið. Sjáum hvað þau gera. Og þau ætla að fara bara alveg í gegn og já, Þorbjörn konur upp á hægrandið líka, gefur sjattir frá Smile. Karlinn fellur og þeir ætla hjá Þorbjörni að bara pusha harkalega þeim. Domban kemur og Nærel. Það kemur hérna pinni, vörðin er að pinna Smile, festir hann upp í vegg og tekur hann út. Það einhver að kontesta payloadið. Við erum að sjá Steppa hérna að pirra þau á payloadinu og þau komast náttúrulega ekkert áfram eða Steppi fettir ekki og þau eru með 10 sekundur eftir þess að klára Street Space. Þarna kemur í play það sem við vorum að tala um. Það rosalega sárt ef þú ert ekki búinn að ná að pusha. Loksins nærið yfirhöndinni. Nú eru þau nefnilega í útlegum komin í overtime með payloadið ekki nema halva leiði gegnum point B. Þeir eru með 2 support ult ready, styttist í TPUs ultin. Já, sem betur fyrir þau. Þurfa í raun að láta þetta ganga, en kemur síðan út Hænún. Nei, ekki neinu, síðan út og grafið. Vitsart út. Og þetta já, Þorbjörn sat þetta svakalega mörgum útum og sko, það var þarna útlögum ekki í vil að þau bara meiga ekki fara á pointinu. Þorbjörn hérna með margra manna yfirhöndina. Kemur út sjattir á bara karlinu með sjattirinu, en það er bara nóg. Já, sama hvað ordinate pinnar hérna. Það bara í miður. Dáðu útlegar ekki nógu langt. Þorbjörn taka þetta mapp og eru komin upp í 2-0. Og Smile hérna fær play of the game. Það greinlegt að Rænarnir ætla bara að redda play of the game í kvöld. Það bara þannig. Það greinlegt. Alltaf gaman að sjá flott Rænplays. Já, og sko, svo að áhorfendur sé ekki að misskilja mig. Ég vil ekki meina það að útlagar hafi verið neitt að gleyma því að pússa payloadinu eða neitt svoleiðis. Þau voru greinilega að vinna með eitthvað plan sem að gekk bara því miður ekki nógu vel upp. Og Þorbjörn nýtti sér það svakalega vel að þau náðu bara ekki að pússa. Það var greinilega einhver plan að ná góðum tímfættum og pússa síðan sem að getur alveg unnið inn helling. En það alltaf erfitt þegar planið þitt gengur ekki eftir. En það pása, liðin vilja koma og við ætlum að henda okkur í highlight. Þú má taka eitt highlight. Það kemur highlight.
En hérna, við erum komin aftur Já, því miður. og þetta er mjög miður. Djók. Uss. Nei, ég segi þetta. Ég hættur. Ég ætla ekki að koma með svona. Staðan er 2-0 fyrir Þorbirni. Já. Og við erum á leiðinni á 2CP. Og Rosa fóruð inn að sjá hvað útlagar ætlar að gera til að snúða við. útlagar eru búin að velja Hanamura. Þannig að við vitum það að það er leikur í vændum. Hanamura búið að vera mapp sem að gefur mér bara svona stríðsendurupplifanir þetta season. Þoli ekki Hanamura akkurat núna. En þetta er mjög vinsælt mapp. Og af 2CP mappunum virðist þetta vera með þeim vel liðnari möppum. Betur liðnari möppum í rostöndum, sko. Náttúrulega hata allir 2CP. Og mér sýnist að Þorbjörn ætla að skipta út Father Thug fyrir honum Rúna. Já, Rúni kemur inn. Sjáum hvað hann hefur upp á bjóða. Father Thug er búinn að vera að spila DPS eða ekki? Jú. Og Rúni kemur þá þarna væntanlega inn á DPS-in. Er komið á hreint hvort lið ætlar að takka eða defenda? Það er ekki komið á hreint, en við fáum væntanlega að frétta það mjög fljótlega. Nei, hann var að spila tank. Ég er að frétta það í eyrað að mér að það er þau verið að spila tank og Rúni er þá væntanlega komin yfir á tank. Ég er bara þið með kalla mig Rugglix í kvöld af því að ég er ekki með neitt á hreinu. Það er greinilegt. Ennþá að jafna mig eftir leikinn aðan og bara gefa mér smá break. Já, þetta verður vonandi mappið sem lætur útlaga snúsa við. Gefa þeim þetta boost bara að það er svona, ok, þú veist, við ætlum að taka þetta. Já, menn þetta er líka, þetta er útsláttarleikur. Við viljum sjá þetta fara í 3-2. Það er alltaf gaman að sjá þetta fara í 3-2. Og menna, ég trúi á öfugasopa, sama hver kemur með þá. Ekki það að ég haldi með neinu liði í kvöld. Bara, mér finnst alltaf gaman að sjá leiki fara alla leið. Þannig að ég væri til í að sjá útlaga að taka 2 möpp og sjá þessi lið síðan berjast harkalega það hvort liðið kemst áfram í úrslitakeppnina í öðru control-mappi. Já, og mér sýnist það að Þorbjörn ætla að byrja á attack. Þorbjörn ætla greinilega að byrja á attack. Þannig að Þorbjörn eru að velja það til gaggjart að gera árásvist. Já, það er svolítið þeirra forte, greinilega. Já. Stundum er það bara þannig. Stundum er bara mikið betra að byrja á attack. Þá í raun og veru, þú veist, ef þú nærð alla leið, þá bara svona, ok, þið farið ekki alla leið. Já. Þú getur alltaf gert það líka, sko. Já. Það eru sumlið sem vilja það frekar. Og þetta er náttúrulega smekksatriði. Já, þetta er bara algjörlega smekksatriði. Það bara fer allt eftir play stílnum hjá
því lið. Algjörlega, en við sjáum hérna útlaga vera að gera sig til í að setja upp gott defense og ég er bara að bíða eftir að þau velji hérna sínar, það eru 5 sekundur í það. Ég fá að sjá hvað þau eru búin að velja. Þau eru með Wordinit á hérna Reinhardt, Spyron er komin á Dífuna aftur. Karlinn er á Hanzo, Gemlingur er á McCree, Venusat á Önu og Wifi er komin aftur yfir á Mercy. Þetta er eitthvað sem gæti gefið mikið. Sýnist að Þorbjörn ætlar að taka double bubble dive, sem sagt Elvar er á Mercy, Smile er á Winston, Shameless á Hanzo, Steppi á Önu, Rúni ætlar að spila Sarium og Relm ætlar að vera á Tracer. Já. Double Bubble er náttúrulega eitthvað sem að mikið haldið upp á og rosa gaman að fylgjast með liðum spila dive. Það er alltaf skemmtilegt. En það má nú segja það að dive kompið strögglast aldrei á móti hérna rush-kompinu sem er það sem að Nei, Smile er hann eitthvað einn, er að ruggla Smile er komin upp á hægrandið. Spyron er fastur við hann. Alveg greikallinn. Við sjáum hérna Relm komin í baklanið og er samt í frekar slæmri aðstöðu með Spyron Attis en nær karlinum sann. Hann á síðasta hláturskapli hérna. En Wifi nær resinu. Shameless er fallinn og Relm fellur. Gemlingur nær honum með flashbanginu sko. Þarna hefur Relm verið með mjög lítið líf eftir. Þorbjörn er að spila þetta svolítið split sem gæti í raun og veru svolítið tíkið. Þau þurfa að fara saman ef þau vilja gera eitthvað. Nefn að þau séu með eitthvað 3-3 split-up plan sem er í greinilega ekki alveg aðgang upp hjá þeim núna. Nei, útlagar eru líka bara að græða rosalega mikið á því hvað Þorbjörn virðist vera með ekki alveg skipulagið til þess að taka á móti því að dæfa inn í rush-komp. Það er mjög erfitt. Fer Smile-in, ætlar hoppar á Gemling, en nær honum ekki. En Gemlingur flýr bara til önna sinnar og Smile þarf að hoppa aftur út. Wordinit er sem sé að fallinn. Shameless nær honum þarna og Wifi nær, hún á ekki sensi að fara að taka ressið. Það hefði verið alltaf hættulegt. Það kemur hérna Nanoð á Dífuna. En Gemlingur er tekinn aftur upp af Wifi. Elvar er fallinn. Kemur Dífabomb. Nær ekki niður. Þetta er svolítið erfitt dífubómsæð vegna þess að það er svo auðvelt að fela sig. Rosalega auðvelt að fela sig. Relm er fallinn og Spyroin og sko útlagar eru að ná að taka þetta tilbaka þó... Nei, heyrðu, Smile nær hérna hendir Venusat út af og nær öðru killi hérna á hérna... Kemur út dregi og annar dregi. Smile er að vinna harkalega fyrir þessu. Og núna eru Þorbjörn komnir með point. Smile er bara sestur, hann er þreyttur fallinn. Hann er að fá smá headfjör. Eins og hérna smá Overwatch-trivia, þá er Winston, hann er mikið fyrir hnetusmjörið. Mikið fyrir hnetusmjör. Ég er meira fyrir möndlusmjör. Ætli uppáhalds tónlistarmaður hans Winstons, ætli það sé herra hnetusmjör. Það er allavega mjög líklega íslenskur rapsinninni sko. Ég held það sko. Ég held að hann er svolítið svona, hann fílar eitthvað svona, Ísland er raun og veru svona pínu underground fyrir utanliggjandi heim sko. Það er bara... En við sjáum útlaga spilandi hérna upp á hægrandinu hægra megin, en Wordinit er hann að stikkaður af Relm, fellur, Gemlingur líka. Átt ekki séns. Stóð þarna, var bara að bíða eftir því að... Smile er komin upp á hægrandið til hérna Karlsins, Steppi nær að klára killið. Wifi ætlaði þarna væntanlega í res, en var stoppuð. Síðan kemur út Shatter. Og þarna kemur Shatter frá Wordinit. Ná Elvari út. Smile er hins vegar brjálaður hérna á Winston. Dífabombi næsand ekki neinum. Nei. Og mér sýnist það að, nei, þeir ná að toucha.
ná að toucha. Það eru hérna, 2 á móti 2, Karlinn þetta er frekar jafn. Gemlingur hann, eitthvað að reyna að gera eitthvað. Þeir þurfa að ná wifi Já, út ef þeir vilja gera eitthvað. útlagar eru hérna að taka stöðuna á pointinu og ná að stoppa Þorbjörn með 99,4%. Svakalegt. Já. Það er mjög sárt að sjá, sérstaklega fyrir attacking-liðið, að sjá þessa tölu. Já, þetta er rosa sárt tala að fylgjast með og hún nærði ekki. En það eru hins vegar 2,5 mínúta eftir fyrir Þorbjörn að ná þessu og Wordinit er komin yfir á Roadhog. Það er mjög áhugavert val hérna hjá honum að vera á Roadhoginum. Hann vill greinilega ná eitthvað af þessum húkum. Já, en þetta er líka vel þekkt anti-dive taktik hérna, að spila Roadhog á móti vinstarunum, sko. Gemlingur fellur, Shameless er komin hérna hægra megin og Spyroinn fer hérna á Shameless er þetta að ná Venusat og aumingja Spyroinn er bara hérna fastur inn í herbygginu. Útlagar ætla greinilega að stoppa Þorbjörn að ná pointinu. Þorbjörn hefur cirka 1.45 eftir á tímanum. Sama hversu mörgum killum Þorbjörn er að ná, þeir fá ekki pointi. Útlagar segja stopp, sko. Já, þau vilja ekkert tapa einunni neinu. Nei, þið megið ná 1 eða 2 pikkum, en þið fáið ekki þetta point. Þetta point er okkar. Þetta er líka helvítið point. Nú er Wordinit hérna... Já, Wordinit fær hérna pocketið frá Wi-Fi á mér síðan, og hann býður hann bara eftir Smile. Kemur út. Og hér kemur Whole Hogið. Nær honum ekki með... Nei, en Wi-Fi er fallinn. Shameless náði Wi-Fi og tekur Gemling. Tekur Venusat. Nú kemur Primal Rage frá Smile. Hann ætla að reyna að lemja alla pointinu. Spyroinn vill ekki fara. Kemur Diva Bomb. Þurfa allir að fela sig. Ná að fela sig og dreki frá Shameless er góður en Karlinn var með dreka líka. Smile er fallinn. Það er bara ekki nóg. Venusat að bói. En næris ekki. Rúni var eitthvað þreyttur. Og þetta kemur grafið til þess að stoppa þau algjörlega. Þorbjörn bara með 36 sekundar eftir á tímanu sínu. En þeir klára nú samt með tíma eftir á klukkunni. Sem er alltaf pluss. En hérna... Það er mjög gott alltaf að fá einhver tíma. Já. Ef bæði liðin ná, þá náttúrulega fær Þorbjörn 1 mínútu og 36 sekundur á tíman sinn, sem er í raun og veru í overtime, getur verið hellingstími. Mér langar að koma einu að. Já, hvað er? Meðan við erum í smá döðum tíma. Vorum að tala þetta hnetusmjör. Ég er mér hrjóna möndlusmjöri. Já, gaur, möndlusmjöri fókið. Og ég mæli með hrökkbrauð, möndlusmjör, svona smátt, svona mjög þunnar sneiðar af grænum eplum og svo hunang ofan á. Þú ert að gera fólki svamt, hættu þessu rugli. Top notch, ég mæli með því, allir að smakka þetta. En, herru, nú ætlar útlagar að taka. Já, og mér sýnist að Þorbjörn ætlar að vera að taka pínu double bubble defense hérna. Það er dive defense hérna og Elvar er komin á Brigg. Shameless er á Doomfist. Já. Annars er þetta bara mjög svipað. Og mér sýnist bara útlagar ætla bara að vera að pikka það sama og þau búin að vera að gera með hlutanum tímanum. Já, nema Karlinn er á McCree og Wi-Fi er komin á Lucio. Þau ætla greinilega að rusha inn. Þau eru að vinna svolítið með þetta. Þau eru greinilega mjög stolt af þessu. Þau eru að spila röskkompið vel. En þau eru komin inn á... Þau eru komin inn og... Ég vissum að Spyroinn er að furða sig á því af hverju enginn var byrjað að ráðast á sig. En hleypur hérna í burtu freka fljótt. Útlagar eru svolítið miklu sjokki yfir því að það er bara hvað Þorbjörn er að fela sig. En útlagar ætla að taka high groundið. Og Þorbjörn bakkar bara niður á point. Saria og þeir ætla bara að koma sér öllum upp hérna, baka pointið. Við sjáum að útlagar eru mjög varkár við að prófa pointið. Þeir eru að taka þessir
góðan tíma í þetta, ætla ekki að rasa ráðfram hérna neitt hérna. Relm sá eini sem eitthvað nálægt þeim. En þau eru komin á pointið. Flott slíp frá Venusat á Shameless. Hann nær samt ekki pinnuna Wordinate. Gemlingu fellur, síðan Karlinn stutt eftir á, en Shameless fellur samt. Og ekki Venusat. Já. Já. Núna falla útlagar. Og 2,5 mínúta eftir og útlagar því miður ekki komið með neina prósentu á borðið. Þetta mjög áhugavert hvernig Þorbjörn að spila mjög rólega, gera rosalega lítið, en fá mjög mikið. Þetta svona hvernig þau eru svona spredd og eru raun og vera búist. Þetta eins og þau viti nákvæmlega hvað útlagar ætla að gera. Já. Þetta líka bara þeir eru ekkert að gera neitt vanhugsað. En það Nanomonkey Já, en samt með Primal Rage sem ekki jafn gott. Þú vilt freka Nanoa Winston þegar hann bara í sínu venjulega ástandi vegna þess að gera meira damage. Kemur út Shattersand frá vördinni, nær Elvari. Nær Elvari. Bara honum. En ég held að Nano hafi komið þetta á smæla því að hann fekk anti-nate á sig. Já. Og það þurfti að passa að hann héldi lífi og Nano náttúrulega gefur líka 50% damage reduction. Þannig að það tekur helmingi minna damage. Ná point með 4 mínútur og 15 sekúndur á tímanum sínum, svo þetta í raun hellingstími fyrir þau að ná point B. Já. Og Þorbjörn gerir engar breytingar. Þau eru frekar sátt með sitt, Spyro eitthvað... Nema Relm komin yfir á Reapers. Já. Bara á Dreysetum til að byrja með. Já, hann greinlega fíla betur að spila Reapers. Þau sitja hérna útlagar á mörgum útlutum, nota hænunni. Frákallinn nær Elvari. Gemlingur komin upp á hægrandið að mæta þeim. Og þau eru að fara núna inn. Og það kemur svakalegt deathpass frá Gemlingi. Ykkur 2 út. Og Elvar hérna að reyna að halda. Grafið étið. Spyroinn svangur í kvöld. Ball kominn. May. Relm kominn á. Tracerinn. Þau eru að reyna að tefja hérna eins og þeir geta. Hann eitthvað að vinna sig hérna í kring. Kemur Nanoð á Wordinate og Wordinate ætlar greinlega bara að segja stopp. Kemur Shattersand innið og það bara engin eftir frá Þorbirni á pointinu. 3 mínútur og Wordinate hendur í dobbu þess að kóruna þetta allt. Útlagar mikið meiri tíma, en það þýðir samt eiginlega endilega ekki neitt. Sko, útlagar samt voru að sýna sér mjög góðar hliðar þarna á attack-randinu sínu. Þetta greinilega mapp sem í miklu uppáhaldi hjá þeim. Já. Þú sér það mjög oft á liðum sem, þú veist, ef liðið stendur sér vel á mappinu þá veistu að þetta lið líður vel á því mappi. Já. En þau stóðu sér líka mjög vel á defense og Þorbjörn sko þurftu að taka mappið alveg í fulla nefana sko. Það varði mjög erfitt, en Wordinate og Spyroinn halda sig hérna á Rhino Divu. Smile fer yfir á Rissu, það eina breytingin hjá þeim í að taka. Mjög áhugavert takk-strategy að takka með á Rissu, sérstaklega þú átt 1 mínútu eftir. Já. Ég gerir ráð fyrir að hann muni skipta af á Rissunni hérna, en við sjáum hvað setur. Hann komin yfir á Winston. Já, þetta var bara eitthvað grín, þetta var bara eitthvað flip. Já. Það þetta double bubble aftur hérna. Já, það spurning hvað Þorbjörn ætlar að gera. Þau hafa náttúrulega bara 1 mínútu, 50 sekúndur eftir. Þau þurfa bara að koma sér á punktið bara sem fyrst. Og Relm, þetta
þetta er ekki nógu gott fyrir þau þegar Shameless fellur síðan líka. Pushið þeirra eiginlega bara alveg fallið sjálft sig núna. Shameless fær resið frá Elvari, en það eru 30 sekundur eftir. Þau þurfa bara að koma sér á pointi bara núna. Það þýðir ekkert að vera að hugsa eitthvað bara svona... Mjög erfitt að bóla sér... Það er mjög erfitt að bóla sér í gegnum Reinhardt sem stendur í hurðinni. Elm fellur bara aftur, Shameless fellur aftur. En hann er farin inn á Smile. Smile er bara einn. En mætir mikilli andstöðu. Kemst ekki lengra en bara rétt inn á pointið. Ó nei, og þetta er búið. Átti ekki séns. Átti ekki séns. Því miður átti Þorbjörn engan séns hérna með 1 mínútu eftir. Það er erfitt að taka. Þú ert aldrei að setja upp dæfið, sko. Þú ert aldrei að reiða þig á ult rotation, Nano Monkey og síðan Primal Rage. Sérstaklega í þessu double bubble. Þá er Winstonin dálítið stjarnan í setupinu þínu. Þú verður að vera með Winstonin og setja öll resourcin inn í hann. Og ef það tekst vel upp, þá er rosalega erfitt að gera eitthvað við því. En þegar þú gerir það inn í Rush Cup eins og útlæðar voru að reyna þarna, þá verður róðurinn mjög þungur fyrir Þorbjörn. En þá er bara spurning hvað Þorbjörn ætlar að gera. Vegna þess að þeir þurfa að defenda í 3 mínútur og 15 sekúndur. Þetta er svolítið langur tími fyrir... Og það er ef þeir ætla að ná sér í jafntefli á þessu mappi. Af því að nái útlæðar einu tikki á point A, þá eru útlæðar komnir með stig á stigatöfluna. En þeir hérna í Þorbjörn ætla að reiða sig á sitt eigið röskam, eru með Smile á Reinhardt og Rúna á Sariu. Shameless er á Hanzo eins og áðan og Relm á McCree. Svo erum við með Baptiste og Lucio frá Elvari og Steppa. Útlar eru mjög mikið að fíla sig. Shameless, hvað var þetta? Shameless er þarna dálítið framalega og fellur. Þetta er mjög dýrkeypt fyrir Þorbjörn. Já. Við sjáum pinnið. Pinnið er gott, en Elvar fellur. Spyroen var þarna með mikið pláss. Rúli fellur. Nú eru Þorbjörn bara að reiða sig á Steppa á pointinu. Steppi, en þetta er bara búið. Allir frá Þorbjörn er á pointinu. Gemlingur er komin... Nei. Útlar að taka bara pointið. Útlar að taka pointið og ég trúi á Ögasopa. Og ég trúi því að útlar ætli að gefa okkur mjög flottan, spennandi leik. Þau ætla greinilega að snúa sig við. Já. Þau vilja ekki tapa. En Þorbjörn þarf síðan að fara að velja escort map. En þetta er reynda helvíti flott play of the game for Smile. Flott play of the game for Smile. Lemjandi fólk að það hægri vinstri út af... Já, en ég held að... Og mér fannst þetta double bubble dive hjá Þorbjörni flott. Það var mjög flott og vel spilað. En ég held þeir þurfi aðeins að skoða, sýnist mér eftir þetta mappa, þeir þurfi aðeins að skoða ult rotationið hjá þeim. Þeir voru dálítið að vinna með það að setja nanoið á Smile þegar hann var að Primal Ragea, sem er náttúrulega akkurat eiginlega ekki það sem þú vilt gera. Þú vilt nota nanoboostið til að vinna upp í Primal Rage og ná svakalegu cleave damage, sérstaklega í backlineið á healera og svoleiðis, með Tesla fallbyssunni hans, Winston. Já, vegna þess að þú nær svo mörgum með. Já. Síðan viltu fara að henda í Primal Rage til þess að henda fólki allt og skemma fyrir þeim positioning og alls getur svoleiðis. Við erum að hoppa bara yfir í Watchpoint Gibraltar. Já. Og ef það var einhver tíman map til þess að spila dive, þá er það þetta map. Og Þorbjörn ætlar að velja attack og útlagar ætlar að defenda. Já, sjáum það. Þorbjörn eru mjög hlindir því að byrja á attack. Já.
Þorbjörn eru að vinna þetta mikið með það að byrja að taka og við sjáum hérna rosalega fallega map designið hjá Blizzard. Þetta vel tilbúið map hjá þeim. Ég var ekkert sérlega, svona í byrjun, þá var ég ekkert sérlega hlindur í þessu mappi, en þú veist, ég dýrki þetta mapp í dag. Þetta er, þú veist, það tók mig svona 1 ár að bara vera svona, að bara svona, ok, þetta er, þú veist, bara svona map designið og hvernig það liggur, þá var bara svona, það tók mig svona tíma að... Þeir breyttu því líka aðeins, var það ekki? Nei, þeir breyttu Horizon, þeir breyttu þess ekkert. Nú, mér fannst þess að þeir breyttu þess eitthvað aðeins, það er langt síðan, en kannski misminnum. Já, mér minnir samt að þetta map hafi verið óbreytt. Já, en við sjáum... Þorbjörn ætlar að taka Brigg, Hammond, Genji, Unu, Sigma og Tracer. Þetta er mjög áhugavert kompið. Já, Elvar er nú samt komin á Mercy, þetta er mjög áhugavert kompið. En við sjáum hérna að Þorbjörn breytir litlu. Vortinit er á Reinhardt, Spyroen er á Dífunni, Karlinn á McCree og Gemlingur á Reaper, Venusat er á Önu og Wi-Fi á Lucio. Sýnist þetta Shameless að koma á Ash reyndar. Já. Þetta verður áhugavert hérna hjá þeim. Shameless er hérna upp á byggingunni með Mercy boostið. Relm er að leita sér að opnun til þess að fara hérna inn, en Spyroen er bara fyrir honum. Þau eru öll... Þau eru mjög hátt uppi í útlögum. En Smile nær að henda einhverju niður. Þau þurfa í raun og veru að koma sér niður og vilja stoppa fyrir. Já, hann er eiginlega bara að hjálpa þeim núna, sko. Þau eru á leiðinu niður, hvort þið er. Relm er fallinn, Karlinn nær honum. Og vörðinni er komin bara hérna inn á peilatið. Vonandi hann sé ekki að leitna það, en hann er með healing. Shameless fellur. Shameless er fallinn. Það er að falla svona eitt að öðrum. Já. Svona hægt og rólega. Þetta gengur rosa hægt í þessum morðum hérna. Já, það er ekki mikið verið að mér í það. Nei, það er ekki mikið verið að mér í það, en Karlinn samt þetta. En við sjáum samt að sko Þorbjörn er alltaf að tryggja sér meiri og meiri prósentu. Íta út hægt og rólega aftar og aftar. Þrátt fyrir það að vera að missa leikmenn og kannski ekki með mjög sannfærandi svona teamfight wins. En það sjáum við Þorbjörn hérna stoppa þau og útlaga. Nei, útlaga, stoppa Þorbjörn hérna meira og Þorbjörn er að bakka, var það sem ég ætlaði að segja. Sjáum Þorbjörn bakka hérna til þess að ná liðinu sinni tilbaka eftir að útlagar náðu þarna pikkunum. Já. Þorbjörn Útlagar eru komnir upp á high groundið aftur, þau vilja spila þar. Þetta er svona þeirra staður til að vinna. Já, núna myndi ég segja að Þorbjörn í vil væri bara að fara bara beint á pilotu, halda fram að pusha. Ef útlagar vilja koma niður til þeirra, þá er það þeirra val. Smile er svolítið að reyna að vinna einhverjum búbum, reyna að koma þeim niður. Já, hann er að reyna að eyðileggja staðsetninguna þeirra. Frá Wordinit. Og Gemlingur er hérna með Deathblossom í backline'u, tekur út Ash Mercy komboið. Það er teamkill frá útlöfum. Rúni ætlaði að henda út Flux en er bara tekin út bara strax. Alltaf ljótt að missa svona ult. Já, Fluxi getur verið mjög áhrifaríkt ult. Tekur öllum sem þú nærð í Fluxið, tekur og lyftir hátt upp í loftið og hendur þeim niður á gólfið og tekur helminginn af max health þeirra. Kemur út Valkyrie frá Elvari. Já, Karlinn er fallinn. Relm er nanoðaður. Og Smile nær Venusat og við sjáum Relm á Wi-Fi. Frá Spyroen, nær ekki neinum. Spyroen er að missa hérna tökin á þessu tímfæti. Sjáum Gemling bara ítt inn í herbergið og hann er að reyna að kontesta en aumingjamaðurinn fellur bara. Hefði bara átt að koma sér í burt. Já, hann átti náttúrulega mjög fárra kost á völd. Þau er að fá hérna þetta slime spawn og Þorbjörn ætla sér að nýta það.
Og Relm kemur þetta með svakalt pulsbomb sem nær Wi-Fi á kartinum. Og já, Wordin þetta pinnuna á Relm til að hefna sín. Venusatt fallin eins og þar, Smile tekur Venusatt þarna. Og Þorbjörn eru að ýta útlögum algjörlega aftur. Smile eins og fallin en skaðinn skeður og Þorbjörn kominn hálfa leið rúmlega í gegnum point B með rosalega lítið að gerast hjá útlögum enda hafa þau ekki bara haft einu sinni stund nýja stað til þess að koma sér saman að halda aftur að þeim. Var svolítið shaky start hjá Þorbirni en núna eru þeir líklegast að fara en kemur út Bob frá Aumingja á Wordinni þetta fastur, fær Nanoið en hann að horfa á Bob og pinnar hann. Eru að reyna að ýta þeim frá payloadinu. Það eru bombur annars. Wordinni getur voða lítið hreyft sig en þær fara núna og Relm fallinn. Núna hljóta Þorbjörnar menn að færa sig aftur. Steppi ekki nógu fljótur, fellur. Þetta hefur Þorbjörn. Þeir þurfa að bíða núna eftir bönunni sinni. En þeir... Relm þarna uppi á gameskipinu. Taka eitthvað vætið gemling en komin niður núna. Og við sjáum hérna Rúna. Það var rosalega low eftir þetta. Hann var orðinn dálítið gráður þarna en Elvar nær honum upp. Þau þurfa að vinna svolítið saman ef þau ætla að... Já, Rúni kemur þetta með flugsið og það kemur svakalega flott bít til að svara. En Gemlingur tekur báða hílarna. Þetta setur Þorbjörn slæma stöðu. Slæm stað fyrir Þorbjörn að vera í. Hún er að missa báða hílarna sína. Rúni nær nú samt Venusatt. Hvar Rúni? Hann kominn upp á gameskipið. Notaði flugsið sig til að koma svo upp á hæggránti til að bjarga. Hann var bara að vinna sér inn vertical movement þetta. En Þorbjörn hefur bara aðeins 20 sekúndur eftir. Þeir þurfa að gera eitthvað svakalegt. Tvílíkt unit að nota ultið sitt bara til þess að komast hátt upp. Spáðu í því. Stundum það bara alveg rosalega bara svona smart. Kemur Nano hérna á Smile. Hann svæfður í augnablik og hér kemur Antinatið. Hann kemur Karlinn hérna aftast. Kemur út graf frá Spyroinn, nær Rúna. Nei, það kemur bomba út frá Spyroinn. Það ekki bara ég sem að ruglast í kvöld. Hvað sagði ég? Þú sagði nú graf held ég. En það overtime og útlæðar eru bara búin að stoppa Þorbjörn. Hálfa leiðina í gegnum B og ég veit ekki hvort ég sé búinn að kastarkvössa Þorbjörn eða hvað en þetta lítur allt út fyrir að verða 5 mappa leikur. Alveg pottþétt. Allir fíla 5 mappa leiki. Já, ég elska 5 mappa leiki, það uppáhaldið mitt. Hvort það að spila þá eða horfa þá. Já. En í raun og veru geta Þorbjörna fólkið, þau geta stoppað þetta. Já, Þorbjörn á ennþá séns á að vinna þetta mapp. Þeir eru með stig og ef þeir ná að stoppa útlaga áður en þeir komast jafnlangt og Þorbjörn komist sjálfir þá eru þeir búin að tryggja sér þetta mapp. En í raun, ef þú lítur á þetta, þá þetta ekkert sérlega löng leið sem útlagar þurfa að fara. Þetta bara helmingurinn af öllum mappinu. Og ég svona hræddur dálítið fyrir Þorbjarnar hönd að útlagar kunni mjög vel á þetta mapp. Við sjáum útlaga á dæfinu aftur. Double bubble með Sari og Winston. Mér langar núna að sjá Picture Perfect Ultra Rotation hjá þeim. Mér langar að sjá Nano Winston svakalega... Þau eru að TP-a hérna. Já, TP yfir að brúna og það bara allt lið bara fer beint yfir, skiptir strax yfir í Reaper. Hann bara shadowsteppar bara niður. Já, allt lið útlaga bara mætt
Nema Spyrún ætlar að... Spyrún að pússa. Pointið, Wordin svo allur. Og Karlinn og Keflingur, þau bara taka þetta hægt og rólega. En Spyrún samt ennþá að pússa. Spyrún ennþá að pússa, það enginn að stoppa hann. Seamless hendi dýnamítið þarna niður, það stoppa hann samt ekki payloadið. En Spyrún hleypur aftur til liðsins. Það hefur verið að kalla á bakk, en hann hefði nú alveg getað hangið þetta aðeins lengur. Það er greinilegt að útlagar ætla ekki að endurtaka þessi mistök að skilja payloadið eftir. Og ætla núna að fá bara best boðfólds núna. Útlagar ætla bara að halda þeim uppi og Spyrún bara eitthvað í guddi chilli bara á payload. Já, núna eru Þorbjörn eiginlega að gera smá mistök með því að þeir eru ekkert að fara á payload til að stoppa hann. Jú, það kemur Relm. En það leit ekki vel út. Shameless fallinn, Wordin nær að náða með fæðistræki. En Elvar tekur ressið. Núna kemur Primal Rageið. Við sjáum hvað Smile ætlar að gera við það. Hann fallinn, Karlinn tekur hann bara eins og ekkert sé. Kemur út Bob frá Shameless. En Þorbjarnarmenn falla í rönnum og Bob gerir víst rosa lítið þarna einn. Þetta var bara tímaspörsmál. Gemlingur nær þarna Relm og Elvari. Og það eru bara 2 metrar í að þau náðu þessu og þetta komið. Núna eru Þorbjörn á hallandi fæti og með 4,5 mínútur til þess að stoppa útlaga algjörlega frá því að ýta hálfa leið hérna rétt rúmlega í gegnum point B. Þau eru bara að taka niður Þorbjörn. Rush-kompið gerir það sem Rush-kompið gerir best og rushar inn í Þorbjörn. Þorbjörn þurfa að bakka hérna. En Relm ætlar sér ekki að bakka. Relm hérna og Smile komið til að bakka hann upp. Shameless nær kantinum. Kemur út huge shatter frá Wordinit. Það kemur út dífubombið frá... En útlagar eru að taka bakklænið og spawnar hana hjá Þorbjörni og Þorbjörn... Þeir eru að stoppa payloadið. Þeir tekst náttúrulega voðalega lítið ef að helmingurinn á liðinu dáinn bara í spawn. Þeir voru ekki alveg að hugsa nógu vel sína menn þarna aftar og leifðu útlögum að komast mjög framalega. Kemur beat frá Eyfi. Payloadið nálgast. Nei, ekki neinu. Kemur Gemlingur að taka aftur báða healerana. Þessi maður bara verður ekki stoppaður og útlagar eru komin alla leið á Þetta svaka sweep frá útlögum. Þeir bara, þú veist, voru 2-0 eftir á og þeim voru bara svona, nei, við dílum ekki við 2-0 sko. Þau ætluðu ekki að láta 3-0 að segja á þessum mappi. Wordin þarna með masterclass á Reinhardtinum að sýna Þorbjörni það, þú skilur ekki afganginn á liðinu eftir til þess að stoppa payloadið. Verðir að vinna saman. Ef þú ætlar að rush-kompa með double bubble, það bara... Ég meina, ef þú ekki máli hvort þú setjir defense eða attack, þið þurfið að vinna saman. Það þýðir ekkert bara að fara bara einn. Nei, þetta náttúrulega sko, ef þú ætlar að taka double bubble ofan í rush, þú ferð ekki inn Winston Tracer og skilur önuna þína og Sarjun eftir. Það sjúklega dýrkeypt fyrir Þorbjörn þarna að ætla sér að stoppa payloadið og skilja eftir helminginn af liðinu sinu eða vel það upp á hægrandinu á móti útliðum. Við förum í highlight. Highlight, let's go. Prepare to die. It's Halloween.
Nature's control. Humanity will be exterminated. If you hear this message, do not try to leave. Do not try to fight. Do not try to resist. You will be eliminated. Jæja. Herðu, map 5, þetta svakalegt. Map 5, ég sagði það. Ég sagði það. Já, þú sagði það. Bara gott giskana hjá þér. Gisk, þetta Cast a Curse. Cast a Curse, það greinlega. Þú búinn að skemma þetta fyrir þorpinni, ég skammast því. Nei, alls ekki. Nei, við heldum ekki með neinu. Sko, ég held ekki með neinum. Ég vil bara gefa öllum sem að horfa almennilegt sjó. En við viljum í búsan. Og við sjáum spam this creep for the reverse sweep í chatinu. Chatið að bilast. Það er allir pepp. Þetta er góð leið til að byrja helgi, ég að segja ykkur. Svakalega góð leið til að byrja helgi. Ég, verandi í leiknum og við verandi í leiknum þriðasætið. Já. Mér eiginlega alveg sama hvoru liðinu ég mæti. Ég hlakka bara til að mæta öðru hvoru þessari liða. Já, þetta verður svakalega flott lið, bæði tvö. En þetta ræðst allt á Busan. Við erum á Sanctuary. Stóru trommunni. Ég er rosa spenntur fyrir að sjá hvað liðin ætla að gera núna. Þetta verður svakalt. Herðu, Þórbjörn. Elvar ætlar að vera á Baptiste, Smile ætlar að spila Rein, Shameless ætlar að taka Mei, Steppi ætlar að taka Lucio, Rúni er á Dífu og Relm er á Sim. Kannski bara fyrir TP og Steinas kannski skiptir hann út. Mjög líklega, en Wordinit er á Reinhardt, Spyroin á Dífu, Karlinn á Macri, Gemlingur á á Reaper, Venusat á Önu og Wifi á Lucio. Mjög lítið breytt hjá útlöfum, enda virkar þetta Það er búið að virka rosa vel. Rosalega. Það er Rushcomp vs. Rushcomp. Relm fer bara yfir á Reaper. Og við sjáum að útlagar eru komin á mappið. Þorbjörn ætlar að fara hringinn í kringu þau. Það er Ring Around the Rosie hérna, Venusat er fallinn. En Smile er að berja Spyroin í klessu. Auðmingja Mekki, hvað kostar svona dæmi? Næ, Spyroin er dottinn út af mekkanum sinu. Ég segi aftur, hvað kostar svona Mekki? Það hlýtur að kosta skildingi inn. Ég myndi segja, í íslenskum krónum, við erum að tala um einhvern milljardur. Þetta er einhver grilljón. Já, þetta er bara rugl, high tech. Ég er til í svona, ég er til í svona Mac. Já. Ég er alltaf til í góða Mac. Er þetta ekki rosa gott til þess að komast í vinnuna? Heyrðu, þú er bara, hendum okkur hérna smá kjarnorkukor inn í þetta. Leggur við hliðina á Teslunni sem hann lagði skakt í stæðið. Kallinn, þetta er sögli. Kemur út window frá Elvari. Já.
Og Þorbjörn náttúrulega tók pointið og er komin í 30% á meðan við vorum að bylla. Það kemur út Blizzard frá Shameless. Nær engum, Shatter frá Smile nær ekki neinum, en þeir eru að taka vakalegt hérna. Útlagar eru teknir út, sendir í útlegð hreinlega. Það er greinilegt að Þorbjörn eru bara í raun og veru kannski sérfræðingar í svona möppum, svona capture möppum. Já. Nei, control möppum fyrir ekki, capture möppum. Þorbjörn sérhæfa sig í control möppum, greinilega. Og við sjáum útlaga koma vinstra meina. Kemur út Hænún, en vekku fyrir. Mögulega dálítið snemma, en þeir eru að fara hringinn, en hann verður bara að gefast upp á þessu. Það eru eitthvað, kemur út Shatter frá vörðinni, nær ekki neinum. Og Gemlingur er kominn aftur í backlineinn með þetta Vörðinni deathblock. fellur, þetta var svolítið kannski létt fell hjá honum. Þetta var Relm! Relm var hann með backline blossom, en náði því miður engum með þessu. Kemur út Blizzard frá Shameless. Hann er Gemlingur með death blossom, en nær engum hendur. Kemur út Shatter frá Smile. Sko þetta er bara fight sem liggur við ómögulegt að fylgjast með. Þarna kemur önnur bombur, það er bombur ofan á bombur og eini sem er eftir þetta fyrir útlaga er Wordinate. Elvar nær karlinu og Wordinate. Og þeir í Þorbjörni taka þetta margt 100% á móti 0% útlaga. Og þetta lítur alls ekki nógu vel út fyrir útlaga. Þeir þurfa að hafa sér öll við til þess að koma sér áfram hérna. En við förum yfir á Mechaface. Hvor megin var aftur allir mekkanir? Það er mjög góð spurning. Eru mekkanir hérna? Er þetta að sjá það alltaf? Já, það eru mekkanir hérna. Já, þeir eru í miðjunni. Eru þeir í miðjunni? Já, þeir eru hana undir í miðjunni. Fullt af flottum mekkum. Mér langar í þessa græðir. Mér langar í þetta. Ég vil sjá þessa mekka koma í leikinn, sko. En Þorbjörn ætlar að runna það sama. Já, það eru litlar breytingar. Og skiptir yfir á Reaper. Veistu, hvaða mekk langar þið mest í? Mér langar dálítið í hennan rauða, hann er svakalega flottur. Mér langar í hennan bláa. Þú ætlar að vera fljúandi í bláa mekkan. Þau eru liðin að mætast þetta í miðjunni. Það er svakalegt Antinate. Þorbjörn. En Gemlingur tekur út hérna í staldikjötið og Elvar fellur. Spyroon er að ná fyrsta killinu, en Spyroon fellur samt fyrir það. Steppi tekur Spyroon út. Smile er fallin á bortinu, það er maindag fyrir Mundtang. Venusat er að taka Relm og Shameless er fallin hérna, Gemlingur tekur hann. Og Rúni missir mekkan sinn. Aumingja Rúni. Og út að taka point. Meðan við vorum að spjalla saman, þá var Wifi bara að taka point. Wifi veit hvenar hún á að fara á pointið og hvenar hún á að vera með liðinu sinu. Það er alveg greinlegt. Smile eru komnir. Nei, Smile, wow. Smile og félagar! Smile og félagar eru komnir. Það er komin í svo mikið stuð. Kemur út Shatter frá Wordinate, næri eiginlega ekki neinum. Kemur út Hænún. Það er Hænún og karlinn að tekur Elvar, Gemlingur og... Já. Smile og Relm, þetta, þú veist, það er greinlegt við ætlum að fara í map 3. Það er bara þannig. Við ætlum að fara í þriðja ránd hérna, sko. Þetta ætla greinlega að fara alla leið og ég kann svo mikið með þetta. Ég er svo pepp! Ég er svo pepp í það! Til elska ég þessi lið, sko. Herðu, Þorbjörn er að gera eitthvað sníki hérna, ætla að fara undir og eru komnir inn á pointið. 5 á pointinu. Kemur út næða Wordinate. Kemur út Shatter frá Smile, næri ekki neinum. Wordinate er hérna með skjöldinu uppi. Shameless kemur með Blizzardið. Og dífubombið frá Wordinate. Nei, Gemlingur með 3! Hann tekur út báða healerinn og Smile. En það er enginn að taka pointið. Hvað er að frétta? SSS. Gemlingur er óstöðandi á þessum Reaper. Ég vissum að Þorbjörn er ekki sáttur. Smile mjög low.
Kemur út. Nær ekki neinum. Kemur út huge shatter. Relm að reyna að Kemur út matcha. Divabomb. Nær ekki neinum. Það eru allir rosalega góðir að stoppa Divabomb þessa dagana. Það allir komin á point. Þetta er komið í 99%. Gemningur fellur. En náðum samt að Relm. Og Væpi ennþá eftir á point. En Þorbjörn hérna að aka yfir þetta. Hann fellur samt. Væpi eitthvað að flippa á pointinu, en þetta var ekki nógu mikið flip. Ef hún hefði flippað Pétur, þá hefði hún kannski náða að gera þetta. Já, ég nú ekki viss. En við sjáum hérna að útlagar sitja á 3 últum. Það Shatter frá Wordinit, Deadeye frá Karlinum og Nanoið frá Venusat. Og við erum að horfa á mjög svipaða stöðu. Það Window. Charge. Nei. Smiler tekinn. Kemur út Window frá þér. Nei, huge Shatter frá Wordinit. Svakalegt Shatter inn í Windowið. Wifi að taka út Relm. Það Relm tók út Wordinit. Og við sjáum hérna beat frá Stebba til að halda Þorbjörn mönnum á lífi. Kemur út Divabomb. Já, en það var nú frekar óheppilegt að Spyrum var nýbúinn að fá Nano þarna. Kemur út Shatter frá Smile. Shatter tekur nær 3 niður í gólfið. Og útlagar falla hérna. Þorbjörn tekur bara allt plássið. Ég hérna í basli við að halda í við hvað að gerast hérna. Já, ég er að trylla svo spenningi, sko. Þetta er svakalegt. Ég bilast, segðu mér. Sko, nú eru útlagar að velta yfir hvort þau ætla að fara inn. Já, það veggur! Stoppar af tankana, þeir eru fastir. Auðmingja Spyron á dífinu hérna. Kemur út... Nei. Nei, bara einum. Shatter. Ég er í einhverju rugli, sko. Það er alltof mikið að gerast, sko. Það er alltof mikið að gerast. Ég er svo pepp. 90% hjá Þorbirni. Þau ætla að taka þetta. Þau eru spennt. Wifi undir, hún ætla að stíka pointið. En Stebbi tilbúinn. Tekur út Wifi. Gemlingur kemur þetta. Hann kemur með... Kemur að nær Stebba. Kemur út Shatter. En það Divabomb. Nei, Wordinit fellur. Blizzard úti, kemur út Núna kemur þetta og hann nær Elvari. En það enginn á pointinu fyrir útlagar. Útlagar bara ná þessu ekki. Þorbjörn búinn að tryggja sig pointið og þeir eru búinn að tryggja sig inn í úrslitin. Þetta var svakalegt. Ég er ennþá bara uppfullur orku, mega pepp. 3-2 fyrir Þorbjörni. Leikur sem fór alla leið. Shameless play of the game. Þetta nú eitthvað annað. Það alveg á hreinu. Þetta snæp, sko. Þetta var svakalegt. Já, Shameless þetta með svakalegt play. En, þið heyrðu það fyrst hér. Þorbjörn búinn að tryggja sig í úrslitaleikinn gegn Hefnd. Á morgun, 3-2. Og svakalegt. Þið getið bókað það verður svakalegur leikur. Ef þið sáu leikinn hjá okkur á móti Hefnd, hugsið það, nema það fara alla leið í 3-2. Þorbjörn getur mjög vel verið að fara að tryggja sér fyrsta sætið í deildinni. Þau þurfa eina sem þau þurfa að gera er að passa upp á hvað þau eru að velja. Þetta var mjög shaky seinni 2 möppin. Já, þetta var þetta geta snúið. Þorbjörn búinn að sanna það. Þorbjörn búinn að sanna það. Þeir geta tekið möpp af Hefnd og hafa gert það áður. Nú bara að sjá hvort þeir geti tekið 3 möpp en ekki bara 2 möpp. En við fáum hérna í viðtal til okkar Stebbi, skilst mér, að sé að fara að koma í viðtal fyrir hönd Þorbjörnar. En ég held við fáum Venusat úr útlögum fyrst. Og Venusat að detta hérna inn. Hvað úr hverju?
Góða kvöldið. Kvöldið. Hvað segja menn? Bara allt í lagi sko, allt í lagi. Þetta var svakalegt. Þetta var Þetta svakalegt. var rosalegt sko. Þetta var svakalega leikur. Við vorum að Hörkuleikur. peppast hérna eins og brjá. Já, sko, bara- við vorum komin svo vel í gang eftir fjóra leiki sko. Við Sko, bara, þetta var svaka, bara ég- þeir voru að svípa þessu. Þetta var mjög close. Ég veit ekki hvort ég mæli með að þið horfið aftur á hana leik, sko, eftir á, af því að bara, þú veist, við Giljagur vorum bara eiginlega ekki að ná að lýsa honum, sko, þetta var svakalegt. Já, við Við vorum bara að missa okkar af spenningi. Það var alltaf að gerast. En Þetta við var- gerðum þetta okkar var besta. hræðilega erfiði leikir en við komum út eins vel og við gátum. Já, það bara- var eins og hetjur. Við tókum Rosalega þetta, stoltir af, við tókum allan á 2 leiki, við erum bara mjög ánægð með það. þið tókum þetta í map 5 Mhm. og það er alltaf best. Já. Það er alltaf langbest að sjá það. Það er- Langskemmtilegast. Já, Og þið verður líka, þið eru nógu heppin að fá að mæta okkur á morgun. já, Já. jú. Já, það já. passar. Slaka mikið til, slaka mikið til. Eru þið já pepp og við? Já, við erum alltaf pepp í alla leiki sko. Já, ég heldur elska betur. það. Líst Alltaf vel á- pepp í alla leiki Vel sko. á. En Þetta hérna, segðu mér, hvaða plan voruð þið að koma inn í hennar leiknum? Voruð þið búin að skáta Þorbjörn vel áður en að þið tókuð hennar leik? Já, við vorum actually búin að plana Gibraltar alveg Já. rosalega, við vorum búin að stúta það 150%. Mhm. Þannig að þegar við töpuðum seinna mappinu, þegar það var 2-0 og við tókum svo hérna 3. mappi, Tókum Með Hanamura. Hanamura, já. Vissu þá þið að vissum myndi taka við vissum 150% að þeir myndu taka Gibraltar, þannig að við vorum Já. búin að stúta það deginum aður, í gær voru að fara, við tókum með 2 klukkutíma að fara í gegnum mappið. Já, já. Og ég held að það var svona það sem við höfðum í rassvasanum fyrir þetta match. Já, Þannig að Þið við vorum voru með líka- Hanamura og þetta mapp, það var rassvasin já. sko. Hérna, ég er að spá líka. Þið voruð að sýna, náttúrulega, ég veit að þið eru gott lið. Mhm. Ég veit að þið getið spilað ýmislegt, þið náttúrulega spilað á móti ykkur áður. Já. En þið voru nú ekki mjög sveigjanlega í kvöld. Nei, við erum búin að vera svolítið vanaföst eins og Já, en var þetta eitthvað sem þið gerðu sérstaklega á móti Þorbirni? Vissu þið að þeir myndu vera að taka double bubble? Sko, við vissum að double bubble en megin kom okkur svolítið á óvart. Já. Já. Við, Megin- Hann var að standa sig. Hann Já. var svakalegur. þetta var alveg rosalega leiðilegi veggir, sérstaklega fyrir mér. Já. Já, Það var, það erfiðasta við var að hann var alltaf að blokka healings frá mér og Mhm. það endaði með rænspringingum og það er ekkert sérstaklega gott fyrir okkur. En þetta var mjög fínt spilað hjá. já, en hérna, eitt sem ég langa að skína smá ljósið af. Mhm. Það er að þú ert náttúrulega í viðtali hérna þessum sportspilari, en mér langaði aðeins að skína ljósið á hann Gemling. Já. Með þennan Reaper og við Já. sjáum Relm, mér síndist vera að fara dálítið út fyrir sinn þægindarama að reyna að matcha Reaperin hjá Gemlingi. Er þessi Reaper hjá Gemlingi eitthvað sem hann er að vinna mikið með eða? Sko, hann er bara natural á þessum Reaper, sko. Hann hefur verið það síðan við byrjuðum í liðinu, sko. Við erum að sjá hann læðast inn í baklæðinu. Já. Góða hílarinn eins og sé ekki. Þessi maður er true natural, sko, það kemur þessum Reaper, sko. Já, og þetta var þetta, sko, mér fannst það þegar að þið komuð inn í seinni 3 möppin, sko. Reaperinn hans Gemlings var þetta það sem var að, sko, vinna rosalega mikla vinnu fyrir ykkur. Ekki það ég vilja taka kredit frá neinum öðrum í liðinu. Rosalega gott tímspil. Hann var gott kredit skilið, sko. Mjög gott kredit skilið. En ég með aðra spurningar reyndar. Sorry, ég takk allt plásið. Já, spurðu bara. Hvað var hérna gameplani hjá okkur á Kings Row? Ég er mjög forvitin af því að þið voru greinilega með mjög sett gameplan. Sko, það var mjög sett gameplan en við reynum oftast að skipta niður gameplanun okkar miðað við hvað erum á móti. Já. Og það var sem sagt þessi Mei sem svolítið setti svolítið strik hjá okkur. Já. Og positionin hjá þeim öllum voru frekar góð, þannig að við vorum en planið okkar var Þetta var svona að
þeir voru að reyna að taka, þetta var svona þið vildu vinna teamfight Já, og við pusha. vildum sem sagt fá high groundið og pusha þeim svo. Já, ég Þannig að skil. við værum með þetta yfirsýn. En þið einmitt fjalluð ekki á því aftur á Gibraltar, maður sá það, Spyro sendur bara pussa payloadina mínir. Já, Við ætlum ekki að falla því aftur að vera ekki komin nógu langt. já, akkurat. En þetta, ég hefði viljað sjá þetta gameplan ganga betur upp hjá okkur. Já, Það var náttúrulega mjög leiðilegt að horfa upp á svona góð gameplan falla flatt út af Já. einhverju einu hjá andstæðingunum. mhm. En svona einhver shoutout eitthvað að lokum? Sko, ég er svona obligated, ég ætla að henda shoutout á hann, Skúfu, eða Skauf. Já, Hann hefur verið góður, rúmfélagi minn og við tölum oft saman allt heima og gema. Og ég ætla að henda Já. góður shoutout á Gunsó og sérstaklega Sakra eSport sem hafa verið okkur mjög kær. Já, þið náttúrulega eruð orðin hluti af stærra, Já, einhverju stærra heldur en bara ykkur. akkurat. Við erum Og komin þetta er hérna búin undir. mjög skemmtilegt, journey Partner með Sakura þeim. eSports. Já. Þetta, ég skoðaði síðuna hjá þeim, ég var mjög forritinn og ég bara svona býtu, hvað er þetta? Hvaða merki er þetta? Ég var ekki viss. Síðan fór ég að skoða þetta og bara svona, ok, þetta er svolítið svona, þetta er bara hér og þar bara í leikjaiðnaðinum, bara, þú veist, Já. íþróttum, sko. Þetta er Það bara- nett, Þetta er ekkert Þetta bara er alveg óvart, magnað, sko. þetta er bara, Nei. þetta er út um allt, sko. Já, þeir eru með Dead by Daylight og eitthvað svoleiðis líka, það er alveg nokkur lið, sko. Þetta Hérna- var alveg mjög skemmtilegt, sko. En það er spurning hvort að Giljagjörn sé búin að spyrja þig að spurningunni sinni sem hann hefur verið að ég, náttúrulega, þú veist, fram á þetta Eilalla. er seinasta castingið mitt á þessu sísoni og náttúrulega, ég þarf að spyrja þetta, fólk veit Hvað hvað ég er að meinarðu? Ertu ekki að koma með mér á morgun? Erum við ekki að fara að taka Nei, þannig? við erum ekki að fara að kasta á morgun, því miður. Nú, En spurningi mín til þín er, Já. ert þú búinn að labba upp á gósinu? Nei, ég hef Af hverju ekki gert ekki? Af hverju ekki? það. Ég hef bara ekki ætlað mér að fyrir að minna fólk fara á staðinn. Tengi, ég ætla ekki að labba upp á þessu sjálfur, nei, það Ég- er, labbi er Ég gera gott. það kannski einhvern tíma seinna. Alveg, svona, að því ég veit að þetta verður örugglega þarna í einhvern smá tíma, sko. Þegar þetta er búið og allt er að harðna og vill enginn sjá það. Akkurat, þá ég byrja að skoða þetta, þá byrja ég að byrja þetta og, Já, það er bara gott. Bara, ég glemdi að því spástund að Sakila og Asíti að kasta á morgun. Það voru með mig. Þú ert yngur rugli, þú er búin að vera í rugli allan dag maður, hvað er Er mættur að segja? En já, ég held að það sé ekkert neitt frá mér meira, þetta var bara eina sem ég vil bara segja, þetta var vel spilað hjá okkur. já, takk hérlega. Þetta var ógeðslega spennandi að horfa á og ég hlakka og ég og Gautis líklega Já, við hlökkum rosa mikið til Við getum með því. fyrir morgundaginn og sjá hvernig þetta fer. Þetta verður rosalega skemmtilegt. Þetta var rosalega skemmtilega Gerum eitt góðan. Já, Já. gerum þetta gott, við skulum vera með betri leik heldur en fyrst og annan. Go! Já, 100%. Já, við verðum með mikið meira spennandi leik heldur en Akkurat. samt svona, þú veist, no Það var líka, fólk þetta að vera spennandi líka, en við skulum það gera meira spennandi, meira skemmtilega. Við varum með svakalega uppbytun, við varum með þetta warm-up atriði sem að færa til Akkurat. að hugsa sem tvisar af hverju þeir eru að koma og sjá highlighti, sko. Akkurat. Easy. En takk fyrir þess að. Ekki mál. Takk fyrir maður, ekki múin að heyra þér. Takk hérlega. Bye. Bye. Við fáum við það næst að steppa inn. Blessaði vinnur. Góða kvöldið Góða og til kvöldið. hamingju með sigurinn. Takk hella fyrir það. Hvað segir þið? Hvernig liggur sigurinn á ykkur? Bara ógeðslega vel, við erum ekkert smá spenntir. Já, ég trúi því vel. Eru þið? Þetta var harkalega leikur. Já, þetta var ekkert smá leikur. Við erum bara í sjokki hérna. Já, en mátt segja mér eitt, þið byrjuðu rosalega vel, tókuð 2 fyrstu möppin bara rosalega vel. Já. Og síðan seinni 2 möppin, þú veist, þá fóruð þið svolítið rugl hjá okkur. Hvað var málið með það? Það getur verið að þegar við reyndum að breyta komp, að þegar við heldum að það myndi virka betur. Já. Og þess vegna þegar við breytum aftur svo tilbaka á seinasta mappinu, þá náðum við aftur að vinna.
þetta Gæti var verið sem sagt, partur af því allan. þetta Double Bubble er ekki eitthvað sem þið hafi verið að æfa mikið, eða? Við tókum það á tímabili og hættum svo að æfa það og það er svolítið síðan við spiluðum það núna. Þannig að Já. Hefðu Ég var bara einmitt- átt að halda ykkur við það sem voru svona betri í ef við vildum ná sigri fyrr. En þetta var sem þið gerðu þetta svona rosalega spennandi leik, sko. Ég held Við vorum að missa okkur hérna, sko. Ég ætla að segja, þið gerðu þetta viljandi, bara þess að gefa okkur einn spennandi leik og mögulega. Já, pottet, sko. alveg passið. En hérna, bara svona, já, heyrðu, nú er spurningi hverja maður á að spyrja að, sko. Voruð þið búin að undirbúa dálítið mikið fyrir hann leik, eða komið þið dálítið bara svona, við erum með þetta, við erum að gera þetta, eða voruð þið svona að spekka útlaga dálítið? Við aðalega vorum bara, við tókum upp í þennan leik við kartöflu sem unni okkur seinast sem að gera okkur alveg tilbúin fyrir leikinn og ég held að það hjálpaði okkur mjög mikið. Takk alveg kartöflu fyrir það. Hann fór alveg vel, sko, þetta var bara, ég meina... Náðu þið að vinna kartöflur? Ég veit það ekki alveg, þetta var alveg jafnt, sko. Já, ok. Þeir unni okkur í leiknum í deildinni, sko. Já, ég man eftir í síðasta síðan, þá töpuðum við fyrir Musteri og tókum síðan skrim á móti Musteri sem við unnum. Strax í vikunni eftir á sem var svona bæði mjög gratifying en líka pínu sárt, sko. Já. Ég bara spá hvernig þetta hefði farið hjá ykkur. Alltaf gaman að vinna lið sem maður er búinn að tapa á móti. Já, algjörlega. En þið sem sagt, já, þið voru kannski ekki að spekka útlaga jafn mikið og útlagar voru að spekka ykkur. Kannski ekki alveg, nei. En þið komu greinilega inn í leikinn með gameplan. Já. Já, algjörlega. Við hefum líka alveg keppt við áður og þú veist, við sem svona nokkurn veginn hvað áttum að búast við. En við vorum svolítið hræddir að það væri búin að bæta sig of mikið fyrir okkur, en við náðum rétt svo að vinna þetta. Já, en hvernig var það, maður sá hérna í seinni tömum uppunum, þá var hérna Reaperinn hjá Gemlingi dálítið að gefa ykkur dálítið vesen, sérstaklega þér og honum Elvari. Já, mjög svo. Var það að Realm færi yfir á Reaper, var það eitthvað sem þið plönuðu fram í tíman, eða var það svona eitthvað sem var svona dálítið svar við Reaperinn þeirra? Það var alveg 100% svar í Reapernum. Við skiptum líka yfir á Divin út af því. Já. Það bara, við tókum alveg eftir þessu og þess vegna gerðum við það. Já, og það borgaði sig. Já, algjörlega. Og hérna bara, þið eruð að fara í leik á móti Hemd á morgun. Hvernig eru þið stemdir fyrir því? Ég meina við gerum okkur að besta og við stefnum á efri-deildina. Þið eru náttúrulega, ef það er eitthvað lið í neðri-deildinni sem að ég geti nefnt af, sko, bara af öllum liðunum í rauninni, sem að gæti unni Hemd akkurat núna, þá væri það þið, mögulega Musteri, en Musteri er ekki topp 4, þannig að við reyðum okkur á ykkur. Þið hafið tekið 2 möpp á mótið þeim áður, þannig að ég vil sjá okkur taka 3 möpp núna. Við stefnum á 3. Já, en hérna náttúrulega, þú veist, þótt að ef þið myndu tapa, þá hafið þið samt ennþá séns til að koma sér efri deild í gegnum umspil. Já. Þá náttúrulega, hvað var það mótið Silfri? Jú. Já. Ef þið vinnið þann leik, þá bara sjáumst við ekkert næsta sísón. Nei. Sem að verður náttúrulega voða sárt, það verður gaman að fylgjast með ykkur. Leiðilegt að missa ykkur ábygglega frá hönd allara í neðri deild. Það er leiðilegt að missa ykkur, en ég meina að þú veist. Við óskum ykkur auðvitað allsins besta. Akkurat. Og ég verður að segja ykkar að besta líka. Takk hérlega fyrir það. Fyrir mína hönd, ég held með ykkur á morgun. Takk hérlega fyrir það. Ég vil bara að vera kallið þetta út að vera að halda með ykkur um? Nei. Já, ég ætla ekkert að skammast mér fyrir það. Ég held með Þorbirni á móti Hemd, sko. Mér er búið að þykja mjög vænt um ykkur í Þorbirni alveg síðan síðasta sísón þegar við mættumst þarna í síðasta leik fyrir umspil, sko. Já, ég meina þetta verður eitthvað. Það verður eitthvað. Og
Hann Giljagur er nú með spurningu sem hann hefur varpað fram á flesta. Já. Seinasta skipti sem getur spurt að þessu. Ertu ready? Ég er ready. Ég er ready. Ert þú búinn að labba upp á gosinu? Ég er ekki búinn að því. Aggro! Af hverju ertu ekki búinn að labba upp það? Ég bara hef ekki tíma, sko. Respekt. Ég er líka... Upptekinn maður. Já, það er bara þannig. Maður getur ekki alltaf haft tímann sem maður vill hafa. Nei. Náttúrulega þú veist, mótið er búið að vera í fullum gangi meðan síðan gosið byrjaði og náttúrulega ekkert alltaf hægt að fara að skoða þetta blessaða gos. Ekki alltaf ég að skoða. Ég man að við vorum á æfingu þegar að gosið byrjaði. Nei. Við töpuðum, ef við minnir rétt, þá töpuðum á móti Hefnd þegar gosið byrjaði. Já, við vorum í leik þegar gosið byrjaði. Já, það var bara leið og við töpuðum, þá bara komum við fréttina um það að bara gos. Og við svona, já, heyrðu, Hefnd Vestmannaeyja. Það eru, þú veist, einhver herri völd að segja það að við hefðum ekki átt að tapa þessum leik. Ég sammála því, þetta vinna. En þú ert náttúrulega með gosið bara í bakgarðinum eða er það ekki? Er þið ekki hérna allir í Grindavík? Reyndar ekki, sko, en ég meina okay. Við erum allavega með sama nafn og Björgunsveitin sem er að standa sig ótrúlega vel hana. Það sé svakalega vel. Akkurat. En er einhver svona shoutout að lokum? Ég meina bara shoutout á liðið og shoutout á útla. Þeir stóðu sig ógeðslega vel. Ég var mjög stressaður hana. Og vonandi gengur þeim bara vel næsta season og ná kannski í 3. sætinu. Gefum bara ljós. Við erum náttúrulega að keppa móti okkur á morgun. Já, en ég meina, ég verða respekt á þá sem ég var að keppa móti. Já, mad respect á útlaga. Þetta verður erfiður leikur fyrir okkur á morgun. Það er alveg bókað. Þeir eru búin að sýna það í kvöld. Já. En til hamingju með sigurinn. En ég meina, shoutout á ykkur líka. Já, takk fyrir það. Þið gáfuð okkur og áhorfendunum geggjaðan leik. Ég var að missa mig. Það var hægilegt. Og bara, gangi vel í leiknum á morgun. Takk hérlega. Ég hlakka til að sjá hvernig það fer og eiginlega vonast bara til að þið taki fyrsta sætið. Takk. Við gerum okkur besta. Takk fyrir kvöld, Steppi. Takk hérlega. Takk fyrir, bless. Bye. Herðu, þá er þetta bara búið. Þetta er búið í kvöld. Þakkum öllum þeir sem veittu áhorf, bara mikla þakkir fyrir að sjá þennan spennandi leik. Þeir sem búin að vera að horfa síðan klukkan 6, bara geggjað. Já. Þið eru bara, þið eru snillingar er ég að segja. Þessu lauk með 3-2 sigri Þorbjarnar á útlegum og þeir eru á leiðinni í úrslita viðuregnuna fyrsta sætið á móti Hefnd á morgun. Annað kvöld klukkan 8:30. En þið sem eruð að horfa, farið ekki langt því að það verður eitthvað spennandi í gangi þetta á eftir. Overwatch Ísland er mikið í því að reyta fólk, ef þið veitir hvað ég meina. Við sjáum til hvað gerist, en við, Guttix og Giljagur, við ætlum að kveðja ykkur í kvöld, en við ætlum að minna á það náttúrulega að horfa á morgun. Hættu þessu rugli, þið hafið ekkert betra að gera með tíman ykkar. Nefna bara að horfa á leik. Við Giljagur erum bara að ákveða það, því að ekkert betra tíman ykkar að gera. Klukkan 6 mætumst við Berserkir Bifrastar á móti útlegum Skagafjarðar og klukkan 8:30 er það Hefnd og Þorbjörn að takast á fyrsta sæti deildarinnar. Takk fyrir!